Þú átt að geta deilt. Það held ég. Glæsilegt. Gefum þessu 2 mínútur, klukkan 11:58. Ef að fólk er að hrúast inn svona akkurat þegar það fær hádegismat. Já. Stundum nú sniðugt að hafa þetta bara 10 mínútur yfir, sko. Já, akkurat. Það væri ekki... Nei, það alltaf. Já. Jú, nú er fólk að detta inn. Ég ætti nú kannski að vera skemmtilegur eins og þú og nú ná mér í eitthvað annað heldur en eitthvað bakgrunn. Já, ég er bara með svona háskólabakgrunn svo að sjáast ekki allt drastlið á baku mig. Já. En svo fæ ég stundum spurninguna, sérstaklega ef ég er með erlendum aðilum á fundi, hvort ég sitji virkilega úti. Ég var ekki búinn að hlaða niður há í bakgrunnu. Nei, læta bara sig. Man það næst. Já, fólk er að hrúast inn og klukkan er 12:00 og við ætlum ekki að draga fólk neitt á þessu, þannig að við byrjum bara. Og ég býð ykkur öll velkomin á þennan fræðslufund á vegum Öldrunarfræðifélags Íslands. Ég heiti Sirrý Sif Sigurlaugadóttir og er félagsráðgjafi og er formaður stjórnar félagsins. Nú ætlar Halldór Guðmundsson, dósent við félagsráðgjafadeild og félagsráðgjafi, að fara yfir rekstrarumhverfi öldrunarþjónustu með okkur, sem er í rauninni beint framhald af umræðu sem skapaðist á síðasta svona fræðslufundi þegar við vorum að tala næringarástand eldra fólks og hvernig væri mögulega hægt að bæta það. Halldór, þú ert með skjáinn sýnilegan, bara minna það. En annars læt ég Halldóri eftir að kynna sig og sitt nánar. Gjörðu svo vel, Halldór. Já, takk fyrir það. Ég var bara, takk fyrir tækifærið og boðið að gefa mér tækifæri að aðeins svona spjalla rekstrarumhverfi í öldrunarþjónustu. Ég var nú svona búinn að stempla það inn að þetta yrði nú kannski svona meira vangaveltur sem hafa vaknað á ýmsum stigum í sambandi við það hvernig við erum að reka og nýta fjármuni í öldrunarþjónustunni, þá með vísan í skýrslur og umfjallanir sem hafa verið á undanförnum árum í sambandi við það hvar á málaflokkurinn heima og hvar ætti hann að vera, hvernig ætti hann að vera rekinn og svo eins líka út frá bara athuganir sem hafa verið gerðar á rekstri og fyrirkomulagi. Eins hef ég sjálfur verið aðeins að forvitnast það hvernig málefnum eldra fólks hefur verið háttað í öðrum löndum og hef líka verið að vinna að þróunarverkefnum, bæði hér á Akureyri og meðan ég var þar og í starfi. Og svo líka samhliða bara nemendaverkefnum við Háskóla Íslands. Þá hafa komið upp alls konar pælingar í kringum þróunarverkefni og af hverju hlutirnir eru með þeim hætti sem við höfum þá í dag. Þannig að rekstrarumhverfi, hvað er það? Er það annars vegar bara hvernig við erum að gera hlutina, hvernig við erum að fjármagna hlutina, hver er þáttaka notanda og svo er það líka vangaveltur það hvað kröfur er verið að gera, bæði samfélagslega og svo sannlega þær kröfur sem eru gerðar í einhverjum stöðlum og viðmiðum. Það sem að ég ætlaði að reyna að gera með ykkur í dag er að svona reyna að halda mig við það að vera með svolítið
sjónarhorn á umfjöllunina rekstur og forsendur. Og nota bene, ég var ekki þátttakandi í fundinum síðast sem að einhverju marki kveikjan að því að setja þetta efni á dagskrá. Ég ætla að byrja á því að tala aðeins fjármögnun og rekstrarforsendur á hverju þjónustustigi í öldrunarþjónustunni. Það er að segja opnu þjónustunni og stofnanaþjónustunni. Ég ætla að reyna að halda mig við að tala þetta út frá notendasjónarhorninu, eins og ég var að nefna, út frá sjálfræði, fjárræði og bara svona mannréttindasjónarhorni. Ég ætla aðeins að tengja það líka við málefni fatlaðra og kannski velta upp spurningum af hverju hlutirnir eru með þessum hætti og hvað þeir eru kosta og hvernig við hugsanlega getum gert það með öðrum hætti eða fengið svipað magn eða annað magn af þjónustu fyrir þá fjármuni sem við erum að nota. Og þetta tengist í raun og veru bara þessar umræðu sem sagt hvert erum við að fara og hvað getum við ekki verið að gera í þessum bransa eins og stillt er. Ég tek útgangspunkt í hugmyndum og vangaveltum sem voru reifaðar af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni og Sameinuðu þjóðanna með samþykkt frá 2021 að þessi áratugur fram til 2030 væri helgaður heilbrigðri öldrun og snerist það að samstilla aðgerðir og hugsun og þróa samfélagið og við ættum að vera að virkja og leggja áherslu á það að virkja og efla fólk. Þar í öllu þessum aðgerðum í heilbrigðri öldrun, alveg sama hvort að það eru allir þessi 4 punktar eða hver fyrir sig, alltaf að gera ráð fyrir því að við séum að hugsa virkni og þátttöku eldra fólks, alveg óháð því hversu fatlað eða ófatlað eða færniskert það að það sé lagt út frá því að við séum að endurskoða viðhorf okkar, við séum að virkja þau og valdefla og við séum að reyna að horfa á styrk og virkja kerfin okkar til þess að skapa samvinnu og lífsgæði fyrir notandann. Og kjarninn í þessu auðvitað sá að það bara það mikla breytingar í lýðfræðinni, samsetning aldurssamsetningu elsta hópsins og hlutdeild hans í samfélaginu ört vaxandi. Þetta verður mjög stór hópur innan nokkurra ára. Sumar þjóðir eru nú þegar farnar að fást við viðfangsefni þar sem að þessi hópur, það er að segja 65 plus, í kringum 25 og alveg upp undir 28% af samfélagsheildinni. Og það auðvitað hlýtur að hafa verulegar afleiðingar, bæði fyrir rekstur og fjármögnun samfélagsþjónustunnar og ekki síður fyrir það hverjir eru þátttakendur í samfélaginu og hverjir eru ekki þátttakendur í samfélaginu á hverjum tíma. Þannig ég held að þetta sé ágætis grunnur til að hafa í huga þegar við förum að velta fyrir okkur rekstrarfyrirkomulaginu. Það sem ég hef rekið mig á í gegnum tíðina og ég fékk það nú bara akkurat á Facebook í dag, spurningu það hvað hægt að fá ráðgjöf það hvernig þetta kerfi þegar fólk stautast á þann vanda að vera orðið fullorðið, þarf að fara að sækja réttindi sín, þarf að skoða stöðu sína og vega og meta það hagsmuni sem það hefur af hlutunum. Og það sem að líka verið að spyrja bara hvar fær maður upplýsingar, samræmdar upplýsingar hvað þjónusta kostar, hvar þjónusta að fá, hvernig á að sækja hana, hvað réttindi og kröfur og þar fram til götunum. Þetta hefur virðist fyrir mér allavega að þetta hafi verið vandi í gegnum tíðina og ég sé ekki betur heldur en að það sé ekki ennþá búið að ná utan það að við séum með samræmdar upplýsingar á hverjum stað, því að bara þegar ég var að undirbúa þetta erindi þá ég að flakka síður eins og hjá ráðuneytunum og hjá einstökum sveitarfélögum. Ég að fara inn á stofnanir eins og sjúkratryggingar og tryggingastofnun til þess að leita upplýsinga og það svona heilt yfir ekki mjög auðvelt að finna fram. Þú þarft að vita nokkuð ítarlega hvað það sem þú ert að leita að og ég held að sé ótt að fullyrða það að þetta umhverfi okkar ekki sérlega notendavænt þegar kemur að því að horfa á það út frá annars vegar út frá eldra fólki og svo kannski ekki síður út frá því hvernig aðstandendur leita áfram og leita eftir stöðum og upplýsingum.
En bara svona rétt sögulegt ágrip. Það hefur verið þannig að megin hluti af rekstri dýrustu þjónustunnar, þá ég að tala sem sagt, þann hluta sem að heitir hjúkrunarþjónustan og heilbrigðisþjónustan. Þar hafa verið daggjaldafyrirkomulag og það hugtak sem kannski kannast við en aðrir ekki, en sögulega séð þá það þannig að upp úr síðustu aldamótum þá var í raun og veru á grundvelli stefnumörkunar sem var lögð fram 2003. Þá var tekin sú prinsip ákvörðun að einstakar stofnanir sem að veita þjónustu fyrir eldra fólk yrðu ekki sérstaklega tilgreindar á fjárlögum sem slíkar, heldur yrði stofnað fyrirkomulag og samræmt fyrirkomulagið að það yrði daggjaldafyrirkomulag. Þannig að hver einstaklingur sem inn í kerfinu, hvort sem það heitir þá hjúkrunarheimili eða dagdvalir, að sú þjónusta fjármögnuð í gegnum skilgreindar greiðslur sem eru grundvallaðar núna á grundvelli samninga á milli heilbrigðisráðuneytisins eða réttara sagt sjúkratrygginga sem að annarkvort gerir samning við þjónustuaðilana eða þá að það unnið eftir fyrirfram ákveðinni reglugerð sem að sjúkratryggingar gefa út og það þá í þeim tilfellum þar sem mögulega ekki samningur til staðar. Þessi daggjöld sem við erum síðan að vinna með inn í hjúkrunarhlutanum, þar sem að inn á hjúkrunarheimilunum, daggjöldin sem eru greidd, þau byggjast á ákveðnum krónutölulegum grunni, síðan bætt við ræmati sem að unnið yfirleitt innan hjúkrunarheimilisins af starfsfólkinu sem þar og á að vera mælikvarði á umönnunarþyngd einstaklingana. Síðan eru sérstakar aðstæður einstaklinga, það geta verið óvanalega mikil þjónustuþörf eða alvarleg veikindi, lyfjagjafir eða jafnvel skilun, blóðskilun eða eitthvað slíkt sem að kallar á sérstakar greiðslur og þær eru þá skilgreindar í þessum útgjaldareikningum. Þannig að þetta svona það sem hefur verið þróunin á síðustu árum og sá rammi sem gildir í efsta hlutanum eða dýrasta hlutanum að rekstri öldrunarþjónustunnar. En nú það bara þannig að þrátt fyrir það að þessar ákvarðanir, prinsipaákvarðanir hafa verið teknar 2003, þá voru líka í þeirri sömu skýrslu gerð aðgreining á því hvernig flokkun og skilgreiningin á hlutverki annars vegar ríkisins og svo hins vegar sveitarfélagana þegar kemur að heimaþjónustu, félagslegri heimaþjónustu, rekstri þjónustumiðstöð og dagdvala fyrir eldra fólk. Það hét árið 2003 dagvistun sem að allir eru sammála að sé nú ekki lengur hugtaki sem við notum, heldur dagdvöl eða dagþjálfun. Þannig að í þessari skýrslu frá 2003 sem var stefnumótun sem átti að gilda til 2015 fékk nú reyndar aldrei neitt hlutverk sem slík, heldur var bara stefnuskjal eða skýrsla stýrihóps og varð ekki að stefnu, hún var ekki samþykkt, afgreidd eða staðfest en afskaplega fróðlegt plagg og fyrir þá sem vilja þá hægt að setja þessar glærur og klikka á þessar hlekki ef áhugi fyrir því. En í prinsipinu þá það þannig að heilbrigðishlutin, ríkishlutin eru heilsugæslustöðvarnar, sjúkrahúsin og í eftir tilvikum einstaka sinnum eru það hjúkrunarfræðingar sem veita heimahjúkrun og eins og við vitum þá heilsugæslan almennt veitt af ríkinu, notendum og kostnaðarlausu. Síðan erum við með félagslegu heimaþjónustuna sem almennt rekin af sveitarfélögunum og þetta hluti af þessum þróunarverkefnum sem hafa verið í gangi í Gott að eldast, það að samþætta heilbrigðishlutann og félagslutann og reyna að ná utanum þann hluta með kannski einhverju svipuðu sniði og gert hefur verið á Reykjavíkursvæðinu í því þróunarverkefni sem þar sem reyndar samningsbundið þróunarverkefni á milli Reykjavíkurborgar og sjúkratryggingar og hefur verið í gildi í líklega 12-14 ár og hlýtur auðvitað að fara að vakna spurningu hvenær það hættir að vera þróunarverkefni og verður að varanlegri fyrirkomulagi þjónustuveitingar. Þetta
fyrirkomulag sem var fest í lögin 1982 samþættingu heimahjúkrunar og heilsugæslu, heimahjúkrunar og sveitafélaga heimaþjónustunar, hefur í raun og veru verið mjög svona brottgengt, það hefur verið breytilegt á milli tíma til tíma, íbúar jafnvel í litlum sem stórum sveitafélögum ekkert mjög vel áttaðir á því hvort þeir sækja hjá sveitafélagi eða heilsugæslu og það svona hægt að það hefur verið bara í gegnum tíman, bara mjög breytilegt á milli svæða og sveitafélaga hvar og hvernig þú sækir og berði eftir aðstoðinni. Eins og þær hafa líka verið ólíka reglur, eðli máls samkvæmt, heilbrigðisþátturinn veittur af ríkinu og sveitafélagaþátturinn yfirleitt kostaður af einstaklingunum sjálfu að einhverju marki. Síðan það þjónustumiðstöðvar sem almennt eru reknar af sveitafélagunum líka og þær eru að vísu byggðar upp í samstarfi ríkis og sveitafélaga á þann hátt að ríkissjóður tekur þátt í 20% eða hefur gert allavega sem nemur 20% af byggingarkostnaði þjónustumiðstöðva fyrir eldra fólk sem eru merktar því. Þetta ein af ástæðunum fyrir því að menn hafa verið og sveitafélögin hafa verið að byggja þjónustumiðstöðvar eða svona einingar sem eru hluti af íbúðakjörnum eða þjónustukjörnum fyrir eldra fólk og þar hefur ríki og sveitafélög sem stigið saman. Reksturinn á þessum þjónustumiðstöðvum hins vegar yfirleitt að fullu fjármagnaður af viðkomandi sveitafélagi. Eftir atvikum í einhverju mæli kannski með þátttökugjöldum frá íbúum í því húsi en sennilega eru óhætt að fullyrða það að flestar þessar þjónustumiðstöðvar sem eru reknar vítt og breitt landið, þær eru reknar fyrir almannafé og það eru allir íbúar viðkomandi sveitafélaga, hvort sem þeir búa í þjónustuíbúðunum eða íbúðunum sem að tengjast þjónustukjarnanum, nota þá eða ekki. Nú síðan dagdvalirnar. Þær hafa yfirleitt verið reknar í gegnum tíðina af sveitafélagunum, voru upphaflega settar af stað upp úr síðustu aldamótum sem samstarfsverkefni á milli ríkis og sveitafélaga og áttu að vera svona stuðningur við þá á þeim tíma ákveðin ágreining sem var á milli ríkis og sveitafélaga kostnaðarþátttöku vegna þess að sveitafélögin vildi halda því fram að ríkið ætti að koma inn í þetta væri ekki hægt að gera svo skýran greinarmun á milli heilbrigðis- og félagslegra þjónustu og á þessum tíma var samið það að ríkið kæmi að rekstri því sem var í dagdvali þar sem fólk dveldi yfir daginn og þarna var líka verið að ýta undir það að það yrði svona verið að efla félagslíf og annað slíkt hjá eldra fólki til að koma í veg fyrir einangrun og ótímabæra hrörnun eða ótímabæra innlögn á dvalar- og hjúkrunarheimili. Þannig að þessi mynd nú ekki alveg mikið, hún ekkert mjög mikið breytt frá því sem var. Í dag erum við almennt að tala heimaþjónustu og þá byrjaði ég aðeins að fjalla opnu þjónustuna eins og hún í dag og ég tek útgangspunkt í bara til dæmis verðlagning og orðum og hugtökum sem eru notuð hjá Reykjavíkurborg. Heimaþjónustuna veitt á grundvelli laga félagsþjónustu sveitafélaga. Það skylda sveitafélaganna að bjóða upp á hana. Það tilgreint í lögum og reglum að notendur greiði hluta af þeirri vinnu og hjá Reykjavíkurborg þetta þannig að það eru 1655 krónur sem að notandinn greiðir fyrir hverja vinnustund. Síðan eru hjá Reykjavíkurborg reglur það þrif sem að fara umfram 600 í mánuði eru endurgjaldslaus en þó þannig að það eru ákveðin viðmið sem gilda það að ef að þjónustan umfangsmikil að þá verður hún aldrei meira heldur en 50% af þeim tekjum sem eru umfram lágmarksviðmið eða framfærsluviðmið Tryggingastofnunar. Þetta framfærsluviðmið liggur eftir því sem mér fæ best séð einhvers staðar í kringum 370.000 á mánuði sem einstaklingurinn áætlað að hafa í ráðstöfunartekjur. Dagdvalir hins vegar varðandi bæði, ef við byrja þá bara fyrst á tekjuhlíðinni eða útgjaldahlið ríkisins og tekjuhlið þeirra sem reka dagdvalir.
Dagdvalir eru skilgreindar þannig að þær eru reknar að hámarki 250 daga á ári. Það er gert ráð fyrir að dvalartími í dagdvöl sé að lágmarki 6 tímar á dag og innifalið í dagdvölinni er flutningur og sú þjónusta sem er á viðkomandi stað. Í dag er þetta þannig að einstaklingur sem sækir dagdvöl eða fær boð eða greiningu á þörf fyrir að fara í dagdvöl, hann er að greiða 1.579 krónur sem eru þá, ef hann er alla virka daga mánaðarins, þá er hann að borga 33.000 á mánuði. Og einstaklingur sem er í heilt ár, alla daga ársins, hann er að borga tæp 400.000 krónur fyrir það að sækja dagdvöl. Ég kem aðeins inn á það á næstu klæri hvað það er sem er innifalið í þessari þjónustu sem þarna er veitt. Hins vegar þá greiðir ríkið eða Sjúkratryggingar Íslands daggjöld á móti þessum hluta einstaklingana og fyrir það sem heitir almenn dagdvöld er þetta 10.000 krónur og þeir sem eru í dagdvöld þar sem unnið er með einstaklinga vegna heilabilunar, þar eru daggjöldin 23.000 og endurhæfingardvöl sérúrræði sem er hjá að með minni Hrafnistu í Reykjavík, þar er daggjaldið 28.500. Þetta þýðir í raun og veru að eins og þið sjáum á þessum tölum að ríkið eða Sjúkratryggingar að greiða daggjöld fyrir það bil 2,5 milljón á ársgrundvelli ef einstaklingur er í dagdvöl allt árið. Þetta er sem sagt kostnaðurinn per pláss þá. Og ef það er að ræða heilabilun, einstaklingar með heilabilun eða þjónusta fyrir þann hóp, þá erum við að tala tæpar 6 milljónir og endurhæfing er þá verðlögð í daggjöldum rúmar 7. Ofan á þetta fær viðkomandi rekstraraðili svokallað húsnæðisgjald sem eru í dag samkvæmt reglugerð 532 krónur og er greitt per fermetra sem er til ráðstöfunar. Það er bundið við hámark upp á fermetrar per pláss yfir 30 og þetta jafngildir eitthvað í kringum 130.000 krónum sem að Sjúkratryggingar greiða í húsnæðiskostnað fyrir hvert pláss á ári. Þetta gefur ykkur aðeins hugmynd það hverjar eru rekstrarforsendur eða rekstrarhliðin í sambandi við dagdvölina. Hins vegar er til reglugerð sem er númer 1245 frá 2016 og nokkrum breytingum eftir það sem segir svolítið til það hvaða þjónustu á að veita í dagdvöl og þar eru tilgreindir þessi þættir, hjúkrunarþjónusta, aðstaða til þjálfunar og læknisþjónusta. Það er ekkert skilgreint hversu mikið umfang þetta á að vera. Og ég hef grun að það sé nokkuð breytilegt á milli staða, hversu bara eftir mönnun og öðru slíku og jafnvel samningum við lækna eða hvort að í sömu tilfellum veit ég til að læknisþjónusta felst í því að starfsfólk dagdvalar fylgir einstaklingum til læknis eða kemur bókar með tíma á heilsugæslu eða eitthvað slíkt. Þannig að það er mjög teygjanlegt hvað er í þessum hugtökum. Síðan er líka verið að meta heilsufar, þjálfun, tómstundir, félagslegan stuðning, þá veita ráðgjöf og aðstoð við athafnir daglegs lífs. Síðan á að vera aðstaða til líkamsæfinga, það á að vera fæði veitt á staðnum, bæði matur og kaffi þann tíma sem viðkomandi dvelur og aðstoða við bað, eins og það nú orðað í reglunum, aðstoð við böðun. En sumum tilfellum eru einstaklingar bara að sækja dagdvöl og geta aðstoð séð það sjálfir ef þeir kjósa að nýta aðstöðu þar til þess að fara í bað. Það sem er stórt og hefur stór kostnaðarliður er flutningsþjónustan. Það hefur lengi verið ágreiningsefni á milli rekstraraðila í dagdvala, rekstraraðila dagdvalana og ríkisins að það skuli vera þessi krafa flutningsþjónustuna vegna þess að bara það að skaffa flutningsþjónustu fyrir einstaklinga þá kallar það á til dæmis bara leigubíl sem er yfirleitt bara að taka bróðurpartinn af daggjaldinu, bara í það að kosta viðkomandi á staðinn. Og svo hefur þetta líka dregið úr því að íbúarnir sjálfir, jafnvel í einhverjum tilfellum er verið að vinna með til dæmis einmannleika og íbúarnir jafnvel geta þess vegna verið keyrðir annarkvort af aðstandendum eða koma keyrandi sjálfur til þess að sækja dagdvöl einhverja hluta tímabilsins. Og þá situr uppi með það að þú ert ekki að sinna þjónustunni eins og áskilið er. Þannig að það er ýmislegt í reglunum í kringum dagdvölina sem að
óhætt að segja, tekur ekki mið af forsendunum sem lagt upp með einstaklingsbundna og persónubundna þjónustu og heldur ekki mið af því að valdefla fólk til sjálfstæðis eða viðhalda því sjálfstæði sem það þó hefur. Og þarna eru girðingar í reglunum sem að geta haft áhrif á stöðuna. Nú, svona heilt yfir varðandi þjónustuúrræðin, nú ég búinn að fara í gegnum þarna gula flokkinn, neðstu þjónustumiðstöðina, heimaþjónustuna og dagdvöl, síðan koma íbúðir, þjónustuíbúðir svo kallaðar, sem voru kallaðar það allavega í þessari skýrslu KPMG frá 2016. Þar eru auðvitað íbúar að leigja eða í sumum tilfellum að kaupa, hafa aðgang að þjónustumiðstöð eða sameignum og það einhver grunnþjónusta innifalin í þjónustunni sem þau búa að í íbúðunum eða í kjarnanum í kringum íbúðunar. Ég ætla ekki að fara inn í verðlagningu eða rekstrarumhverfi þar sérstaklega vegna þess að það væntanlega byggt á leigugreiðslum og íbúarnir eru þá öllum líkindum að sækja öll sín réttindi eins og aðrir íbúar utan þjónustuíbúðuna, bara almennir íbúar. Þeir sækja húsaleigubætur, þeir fá styrki frá sveitarfélögum, þeir nota lyf, sjúkraþjálfun, læknisþjónustu, heilsugæslunar eða annara sem bara eru í boði almennt og búa bara á sömu forsendum og aðrir. En síðan eru það þá næsti kafli sem þá dvalarheimili, hjúkrunarheimilin sem ég ætla aðeins að renna yfir. Ég gat nú ekki staðist á freistingu að taka það aðeins inn í umræðuna að ef við ætlum okkur að halda sama fjölda eða halda sama þjónustustigi hjúkrunarheimila á landinu eins og við hefur á síðustu árum, þá náttúrulega stefnum við í alveg hrikalega aukningu á næstu misserum og eitt það að byggja hjúkrunarheimili sem að kannski kostar eitthvað í kringum 50-60 milljónir að byggja eitt pláss. Þá myndi þetta þýða einhvers staðar á bilinu 60 til 100 milljarða bara núna á næstu 3-4 árum eins og áætlun heilbrigðisráðuneytisins hefur verið lögð fram í bréfi sem var afgreitt rétt fyrir síðustu kosningar þar sem ætti að byggja 400 hjúkrunarpláss og það eru gríðarlegir peningar. Eins og byggingakostnaðurinn ekkert endilega stóra málið, heldur rekstrarmálið stóra málið vegna þess að einstaklingur sem dvelur á hjúkrunarheimili, það tekur hann það bil rétt líklega 2,5 til 3 ár inn á hjúkrunarheimili að þá kostnaðurinn orðinn jafn mikill og kostnaður að byggja hjúkrunarplássið. En ég kem aðeins inn að því hérna á eftir. Og ykkur til upplýsingar þá eru þessar tölur náttúrulega gamlar, þær eru byggðar á tölum útreikningum þar sem að kostnaður við að búa á hjúkrunarheimili var í kringum 14 milljónir eða daggjöldin en í dag hann kominn nálægt 20 milljónum og jafnvel yfir það. En ég ætla að byrja aðeins á byggingakostnaðinum. Hjúkrunarheimilin eru upphaflega skilgreind og það var grundvöllurinn að því að ríkissjóður tekur þátt í að byggja hjúkrunarheimilin og kostar það að mextu leyti, hefur gert það allavega fram til þessa. Það eru nú komnar upp tillögur og ég held samþykktir að þetta sé alfarið kostnaður ríkisins en lengst af hefur þetta verið þannig að ríkissjóður greiddi 85% af byggingakostnaði og sveitarfélögin 15%. Og þetta hefur verið hluti af þessu gráa svæði á milli þess hverjir vilja byggja og hversu áfjáð sveitarfélög eða ríki eru í það að byggja hjúkrunarheimili á hinum ýmsu stöðum á landinu. Þetta hefur verið deilumál áratugaskeið. Síðan kemur framkvæmdasjóður inn í myndina og það hafa verið svona kannski áherslur í framkvæmdasjóðnum núna síðustu misserin og síðustu árin að hann hefur í auknum mæli verið nýttur til viðhalds og endurbóta en það eru ennþá verið að nota hluta af sjóðnum í byggingakostnað sérstaklega til dæmis í kringum þjónustukjarna eða þjónustueiningar en þetta bara svona enn ein flækjan í kringum málaflokkinn
að það ekkert alveg sjálfgefið eða fastmótaðar reglur einhvern veginn í kringum það hvernig fjármögnun og byggingum og rekstrinum háttað. Og svo eins og ég kom inn áðan, þjónustumiðstöðvarnar eru byggðar að hluta til úr styrk úr framkvæmdasjóði sem svo aftur ágreiningsatriði það hvort að það sé hlutur ríkis eða sveitarfélaga af því að þetta er tekið af skattfé til ríkisins. Aðeins að velta því upp hér sem að skiptir nú kannski máli út frá líka KPMG-myndinni sem við vorum með áðan. Þessi daggjöld sem við erum með að vinna með í dag fyrir dagdvöl, sérhæfða dagdvöl og dvalarrými og hjúkrunarrými, þjónustu framboðið eða eftirspurnin eftir þjónustuna á eðli máls samkvæmt að byggjast á þörf og þarfamati og staðan í raun og veru svo í dag að hjúkrunarrýmin eru tæp 50.000 krónur á mánuði í daggjöld. Það að segja ef ekki einhverja sérþarfir hjá viðkomandi einstaklingar að ræða þá geta daggjöldin verið hærri. Þetta þýðir að mánaðarleg greiðsla fyrir hjúkrunarrými 1,5 milljón og þegar búið að taka húsnæðiskostnað, byggingarkostnaðinn að einhverju marki inn í myndina, þá nokkuð ljóst að rekstrakostnaður hjúkrunarrýmis á bilinu 21 og jafnvel upp undir 22 milljónir króna eftir hvernig maður reiknar vaxtastig af þeim fjárfestingum sem hefur verið lagt í. Það áhugavert að velta því fyrir sér hvað gætum við gert mikið fyrir einn íbúa sem byggi út í bæ fyrir 22 milljónir á ári. Við vitum í dag að hjúkrunarkostnaður og umönnun inn á hjúkrunarheimili kallar á mannafla upp á sirkabát stöðugildi per íbúa eða 0,92 og upp í 0,95 stöðugildi. Miðað við þessa fjármuni hér þá mætti ætla að það væri hægt að leggja til 0,8 til jafnvel upp í fullt stöðugildi inn á heimili einstaklings flesta virkadaga ársins fyrir þá sömu fjármuni og við erum að kosta til inn á hjúkrunarheimili. Eins og vitum við það líka að þeir einstaklingar sem í heimahúsi þeir þurfa fæstir og fá fæstir svo mikla þjónustu jafnvel áður en þeir fara inn á hjúkrunarheimili. Þannig að hér augljóslega miklar spurningar magn og gæði og kostnað sem að þurfa að fara fram í hverju mati í sjálfu sér fyrir sig þegar kemur að hjúkrunarþættinum og hvernig einstaklingurinn færist á milli þessara þrepa. Hvað raunhæft og hvað skynsamlegt. Meðalkostnaðurinn eins og ég sagði áðan á ári einhvers staðar í kringum 17-18 milljónir pluss húsnæðiskostnaðurinn. Samkvæmt mælaborðinu sem gott að eldast heldur úti og miða nú held ég flest við stöðuna, ég held að þessar tölur sé að miða við stöðuna eins og núna og sé ekki frá því 2023 að þá meðal íbúi að dveljast á hjúkrunarheimili í 23,1 mánuð. Það þýðir að fjárfestingin í umönnuninni sem að einn einstaklingur þarf á að halda þegar hann fer inn á hjúkrunarheimili liggur einhvers staðar í kringum 34 milljónir per mann. Það ekkert mörg ár síðan að meðaldvalartíminn inn á hjúkrunarheimili var reiknaður í kringum 3 ár. Það má sjá það í skjölum og greinargerðum sem voru lagðar fyrir Alþingi fyrir ekkert löngu síðan. Að þar var heilbrigðisráðuneytið að reikna með að dvalartími inn á hjúkrunarheimili gæti verið einhvers staðar í kringum 3 ár, 2,7 til 3 ár. Það myndi jafna sig út á það að dvalarkostnaður eða samfélagslegu kostnaður af hjúkrunarrýminu væri einhvers staðar í 53-54 milljónum fyrir einstaklinginn. Ég set þessa tölu fram fyrst og fremst til þess að velta því fyrir sér og inn í þessa umræðu hvað í raun og veru þetta miklir fjármunir, hvað þetta stórt inngrip í bæði líf einstaklinga og ekki síður varðandi það hvaða
hvaða auðlindum samfélagið er að ræsa og setja af stað þegar kemur að þjónustumati fyrir einstaklinga inn á hjúkrunarheimili. Það síðan líka allt í lagi að halda því til haga að einstaklingar sem að dvelja á stofnun og fara inn á hjúkrunarheimili eða hafa verið á sjúkrahúsi í 3 mánuði eða meira, þeir eiga að hafa til ráðstöfunar 103.321 krónur á mánuði eða sem nemur 1250.000 á ári. Þetta var einu sinni kallað vasapeningar, sem betur fer þetta kallað ráðstöfunarfé í dag og því var breytt eftir kröfu frá notendunum sjálfum að kalla þetta eitthvað annað heldur en vasapeninga eins og skömmtun. Þannig að þetta eru þær fjárhæðir sem eru gefnar upp hjá Tryggingastofnun ríkisins varðandi ráðstöfunarfé fólks inn á stofnun. En hver er svo staðan í dag? Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Gott að eldast og samkvæmt mælaborðinu sem þar sem byggir reyndar á gögnum frá 2023, þá eru það bil 8,9% einstaklega búsettir á hjúkrunarheimili eða einhverri heilbrigðisstofnun á landinu. Og það eru 11,8% einstaklinga sem að búsettir eru í heimahúsi sem að nota þjónustu heimahjúkrunar og það eru 17-18% þeirra einstaklinga sem búa í heimahúsi sem eru að nota heimaþjónustu. Fyrir ekki heimila sem að fá heimaþjónustu. Síðan eru líka hér upplýsingar félagsþjónustu og dagdvalir og þá sjáum við að það eru það bil 18% heimila sem að njóta félagslegra heimaþjónustu samkvæmt þessum upplýsingum og það eru það bil 93% nýting á þeim dagdvalarrýmum sem í gangi. Heimahjúkrun hins vegar aðeins öðruvísi. Þar eru sem sagt 23% þjónustuþegar sem fá vitjun einu sinni í viku eða oftar en 6% sem fá vitjun einu sinni eða oftar. Þannig að þið sjáu fyrirgefum. Er einhver sem ætlar að koma inn? Það er einhver með opinn hátalarann. Það er ein spurning í spjallinu, Halldór. Viltu taka þær jafnóðum eða bara eftir? Ég get alveg tekið þetta jafnóðum. Það má gjarnan vera það. Það er spurt hérna þegar verið að tala dvalarkostnað Sjúkratrygginga Íslands við hjúkrunarrými. Þá tekið tillit til greiðsluþátttöku íbúans? Já, þegar að tala daggjaldið sem heild, þá það sem að viðkomandi og sjúkratryggingar saman greiða. Þegar er að ræða að einstaklingurinn þarf að borga eitthvað sjálfur af sínum lífeyri, þá í raun og veru bara minnkar hlutur sjúkratrygginga. Þetta er sem sagt heildarupphæðin sem greidd. Þó ef þú ert að borga eitthvað sjálfur þá fer það ekkert upp fyrir þessa upphæð. Þannig að ég vona það svona svari þessu. Þetta eru heildarupphæðir sem að svo skiptast misjafnlega á milli einstaklinga. Sigrún. Ég var bara aðeins að hugsa því að það náttúrulega fara alltaf einhverjar tekjur íbúa í þátttöku af því að það falla niður tekjur frá Tryggingastofnun. Þannig að mér finnst þetta svona svolítið einhliða upphæð sem að tala hvað hjúkrunarheimili kostar. Af því að þetta er bara svona, mér finnst að þetta aldrei verið að tala þetta. Nei, það sem athyglisvert að þú skoðar bara skýrslu frá 2021 minnir mig rekstur hjúkrunarheimila, þá sérðu að kostnaðar hlutdeild notendana sjálfra rétt 4% af heildarrekstrinum. Þannig að það er mjög lítill hluti sem kemur frá notendanum sjálfur samkvæmt þeim upplýsingum sem þá lágu fyrir. En það er náttúrulega mjög líklegt að það muni fara hækkandi með hækkandi lífeyrissjóðum. Algjörlega, það mun væntanlega stór breytast. Já, meðan að tekjuviðmiðin verða eins og þau eru í dag, þá segir það sig sjálft. Þannig bara fínt. Það er oft, við heyrum oft talað þetta, að fólk verður fyrir áfalli yfir því að það sé, amma og afi eða pappa og mamma þurfa að greiða svo mikið.
En þetta enn sem komið ekki orðin stór hluti af heildarkökunni, en það kann að vera að breytast hratt á næstu árum. Þeir sem eru inn á hjúkrunarheimilunum eru náttúrulega þeir einstaklingar sem eru í efsta laginu, efsta aldurshlutanum og það sá hópur sem ekki kominn á hvað við segja, fullan lífeyri og það eru meiri hluta til konur. Þannig að það hefur líka áhrif. Og þessi skýrsla frá apríl 21, hún sýnir þessa skiptingu sem þú varst að spyrja Sigrún, hvernig húsnæðisgreiðslurnar eru hluti og daggjöldin, hvað þau skipta miklu máli og svo koma í sömu tilfellum inn greiðslur frá sveitarfélögum eða einhverjar aðrar tekjur sem eru kannski einhver sérúrræði eða eitthvað slíkt. En það sem áhugavert finnst mér varðandi þessa úttekt sem var unnin 21 og það var ekki í fyrsta skipti sem að þeirri spurningu var velt upp. Það var hvort að það væri hægt að skilja á milli heilbrigðisþjónustunnar, umönnunar og félagslegrar umönnunar sem rekin inn á hjúkrunarheimilum. Það var hluti af skipunarbréfinu eða erindisbréfinu sem að verkefnahópurinn fékk að skoða það hvort það væri hægt að skipta þessu upp. Það að segja hvað ætti að vera einstaklingur, ríki, hvað væri félagslegt, hvað væri heilbrigðislegt og þar fram eftir götunum. Niðurstaða hjá starfshópnum var svo að þeim var ekki, það lægi ekki alveg fyrir hvernig þessi aðgreining ætti að reiknast út og það væri bara ekki til nægilega skýr mörk það hvernig þessu væri skipt upp. Og þetta kannustu nú bara af umræðinni. En hérna sjáum við allavega þessar nýjustu upplýsingar sem við eigum með þessar samantektir. Ég hef ekki rekist á nýrri upplýsingar, kann að vera þessi til, en ég hef ekki rekist á að sé nýrri upplýsingar sem sýna kostnaðarhlutdeild íbúanna. Það oft líka að vera að velta fyrir sér í sambandi við aldurssamsetningunni inn á og hvaða hópar þetta eru og eins og þið sjáu hérna að það eru 70% hópsins sem á elsta skeiðinu og það auðvitað markar það hvaða lífeyrisþátttöku eða greiðsluþátttöku þeir íbúar mögulega væru með og eins líka að þeir íbúar sem á aldrinum 70 til 79 ára sem eru væntanlega í þeim hópi sem bara með hluta af fullum réttindum lífeyrissjóðanna vegna þess að lífeyrissjóðarnir voru stofnaðir 1969 og það þýðir að í raun og vera fyrstu einstaklingarnir með væntanlega full réttindi eru að svona renna inn í tímabilið og þá eru þeir á aldrinum undir 70, réttum 67 ára. Þannig að það ekki farið að fullu komið inn í kerfið hjá okkur. Og það hefur sem sagt verið velt upp og það hefur verið gert ítrekað. Það var vinnuhópur á vegum ráðuneytis, það var sett af stað í 2016 minni mig, 15-16 var vinnuhópur sem fjallaði sérstaklega það að það þyrfti að skoða greiðslufyrirkomulag einstaklinga og fjármögnunina á þjónustunni fyrir eldra fólk bara almennt. Og þar var verið að horfa til hluta eins og sjálfræðis og fjárræðis. Það var verið að horfa til mannréttinda og þess sem var að gerast í málefnum fatlaðra og það var verið að kalla eftir því að fólk hefði eitthvað val það hvaða þjónustu það væri að kaupa, stór eða lítil herbergi, mikil þjónustu eða minni þjónustu og þar fram eftir götunum. Þá var verið að horfa til þess að skipta upp kostnaðinum, það er að segja mögulega að setja upp einhvers konar húsnæðiskostnað sem að væri bara byggingin, leigan á mannvirkinu, herberginu, sameigninni, bara eins og gert í þjónustu húsnæði fyrir eldra fólk og íbúðum og einstaklingarnir gætu þá sjálfur þar verið að nýta sín almennu þegnréttindi til þess að sækja húsaleigubætur eða fjárhagsaðstoð sveitarfélaga eftir því sem við á ef þeir hafa ekki lífeyristekjur. En allavega það væri einstaklingurinn sjálfur sem væri að kosta sína þjónustu, matræstingu, þvott, afnotagjöld, síma, rafmagn og hita. Síðan væri hjúkrunarþjónustan aðgreidd sérstaklega með þá
þá verið að tala fyrst og fremst bara heimaþjónustuna eða heimahjúkrunina, en lyf, sjúkraþjálfun og hjálpartæki væru greidd fyrir einstaklingana með sama hætti og væri ef að viðkomandi byggi heima. Þú fengi bara niðurgreiðslu á kennitölur og sjúkraþjálfun eftir tilvísunum og hjálpartæki samkvæmt einstaklingsbundnu mati. Þriðji þátturinn var svo félagsstarf, það er að segja hlutur sveitarfélaga. Allir íbúar hjúkrunarheimila eru með lögheimili í einhverju sveitafélagi. Þeir búa á hjúkrunarheimilinu. Þeir eru samt ekki inn á sjúkrahúsi per se. Samkvæmt lagaskilningi í dag þá flokkast það ekki undir sjúkrahús og fjármögnunin sé sótt í sama grunn og sjúkrahúsin. Og þá hafa menn velt fyrir sér, líkt og hefur verið gert bæði í Danmörku og Svíþjóð og víðar, hvort að það ætti að þrískipta þessu og sveitarfélögin og einstaklingarnir hefðu val það að taka þátt í félagsstarfi og iðju ef þeir hafa getu til og þeir fái akstur og samfélagslega þáttöku í gegnum það að vera hluti af samfélaginu. Þetta auðvitað ekkert mjög skýrt hvernig hægt væri að gera svona hluti, en við eigum samt fordæmi fyrir þessu, bæði erlendis frá eins og ég var að nefna, og við eigum líka ramma frá málefnum fatlaðra. Þar eru fyrirmyndir sem við eigum alveg að geta notað fyrir eldra fólkið, og þá ég sérstaklega að hugsa hvernig við getum komist lengra í því að efla og styrkja notendaþátttökuna, fjölskylduþátttökuna og að í vaxandi mæli einstaklingarnir munu þurfa að taka þátt í þessu sjálfur og borga hærri hluta, og við þurfum sennilega að fara að hanna kerfi sem gerir ráð fyrir því að þeir hafi val það sem þeir eru að kaupa. Þannig að ég hef velt því fyrir mér að sko annar þáttur í kringum alla þjónustuna, þjónustuveitinguna og kostnaðinn og rekstrarumhverfið gerir það svolítið snúið að við erum með matshópa sem eftir atvikum eru jafnvel háðir þeim veitanda sem að veita þjónustuna. Þannig að þegar einstaklingur kemur inn á hjúkrunarheimili þá það starfsfólk hjúkrunarheimilana sem metur, og það ekki utanaðkomandi aðili, það ekki óháður aðili sem að meta þjónustuna. Við erum með matshópana, færni og heilsumati sem svona svæðasbundið úrræði, og það mjög mikið misræmi á milli þessara hópa og milli landshluta. Þannig að það má alveg velta því fyrir sér hvort við ættum að fara að kíkja betur á það sem Danir og til dæmis Svíar hafa verið að gera, þar sem þeir eru bara með óháðan matshóp sem hefur enga tengingu við viðkomandi sveitafélag og heldur ekki við viðkomandi stofnun sem veitir þjónustuna, en fer í athugun, heima hjá fólki og gerir tillögur breytingar og úrbætur á húsnæði eða aðstöðu og gerir tillögur það hvað þurfum við að kaupa af þjónustu og hvert mögulega mætti snúa sig til þess að fá þá þjónustu. Þegar að matið og tilvísunin liggur fyrir, þá getur notandi snúið sér að því að leita eftir þjónustunni, og hann velur þá hvort hann fer í heilbrigðisþjónustuna eða hvort hann sækir í stofnanir einkaaðila eða sveitarfélög. Þetta fyrirkomulag hefur verið í gangi í ákveðnum þjónustugeirum og mér alveg kunnugt hvernig fyrirkomulagi hefur á þessu verið á þessu í bæði Svíþjóð og í Danmörku, og ég held að þetta sé eitt af því sem við þurfum að taka inn í umræðuna þegar kemur að málefnum eldra fólks til lengri tíma, bæði varðandi dagdvölina, það að segja sveigjanleikann og breytileikann, að þú getur verið mismunandi tíma og mismunandi tímum sólarhrings og þar fram eftir götunum, og jafnvel að þú sért líka að sækja dagdvölu á helgardögum, ekkert síður heldur en aðra daga. En ég setti hérna inn bara svona mér til áréttingar og vonandi öðrum til umræðu, vangavelturnar það hvort að við séum kannski tiltölulega föst í forræðis- og forsjárhyggju gagnvart eldra fólki, og ég held að það sé áhugavert að fara að tengja okkur við málefni fatlaðra, að þegar kemur að kostnaðarhlutdeildinni þá þurfum við aðeins að velta því fyrir okkur hvort að notendastýrð persónuleg aðstoð fyrir eldra fólk sé eitthvað sem við þurfum að fara að hugsa
vegna þess að það byggir þá á grunnréttindum, þegnréttindum, þar sem að notandinn verður settur í fyrirrúm og hann hefur eitthvað það að segja hvernig hann fær þjónustuna og hver veitir hana hjá honum. Þetta fyrirkomulag sem að ætti að vera hægt að aðlaga og velta fyrir sér gagnvart eldra fólki og getur verið einstaklingsbundin samningur eða með öðrum hætti þríliða samningur á milli einstaklings og þeirra þjónustukerfa sem að að ræða. Ég bara svona kastaði þessu inn í umræðuna og ætla að stoppa núna, það er komið nóg, það er ekki nema 10 mínútur eftir fyrir ykkur. Þannig að bara, hvað það sem að við mögulega þyrftum að skoða, eða þetta bara allt í góðu lagi eins og þetta hvernig sjáum við fyrir okkur þetta velferðarkerfi til framtíðar? Gjörðu svo vel. Það bæði hægt að skrifa spurningar inn í spjallið eða rétta upp hönd og við gefum ykkur orðið. En meðan að fólk að hugsa málið þá ég kannski bara til að byrja með eina spurningu. Hefurðu grun hvað það í samfélagsgerðin okkar sem veldur því að fólki finnst óhugsandi að borga fyrir öldrunarþjónustu ef að við berum saman við til dæmis bara aðra þjónustu fyrir börn og fólk á ýmsum aldri. Af því eins og þú bendir á þá kostnaðarþátttakan ennþá mjög lítið hlutfall. Ég get eiginlega ekki dottið niður á neitt annað heldur en að það eru fordómar og öldrunarfordómar eru bæði í eldri hópnum sjálfum og líka okkur hinum. Og ég held að það sé svona ein stærsta skýringin að einhvern veginn þá búum við ennþá við þá hugmynd að eldra fólki skuli rétt einhvers konar þjónusta eða sé í einhverju þeirri stöðu að það eigi að bera það á höndum sér eða það eigi svo mikla inneignir í samfélagslegu tilliti að það sé ekki eðlilegt að gera kröfu til þeirra eins og annarra. Ég kann ekki aðra skýringu en ég held að þetta sé bara, það allavega mitt mat að við eigum ekki eiginlega möguleika á að halda áfram að gera þetta eins og við höfum verið að gera þetta. Hvorki út frá mannafla eða viðhorfum eða fjármunum. Nei, akkurat, ég held að það liggi nú alveg ljóst fyrir. Það engar spurningar í bili meðan þið rétti ekki upp hönd eða skrifa spurningu þá held ég bara áfram að spyrja. Nei, ég sé ekkert hérna. Sigrún rétti aftur upp hönd. Þetta ekki síðan áðan, það nokkuð? Nei. Nei, flott. Ég var að hugsa, ég var bara að hugsa svo greiðsluþátttöku í dagdvölum. Hún er náttúrulega rosalega lág. Það kannski kemur til að því að maður alltaf að reyna að samfara fólk að fara í dagdvölina. Þannig að ef það er of hátt gjald þá fara þeir sem kannski þyrftu þess að fara mest, að þeir fara ekki. Og þetta svolítið að þetta fólk, það ekki eftirspurnin hjá eldra fólkinu sjálfu, þetta meiri eftirspurn hjá aðstandendum. Þetta bara svona eins og með leikskólan, leikskólabörn myndi kannski ekki alltaf vilja vera á leikskólanum en foreldrarnir vilja endilega þeir séu þar Þetta svolítið það, en svo væri náttúrulega mjög spennandi af því að við vorum aðeins að tæla við erum svolítið föst í þessu, það hjúkrunarheimili eða heima. Það vantar svona, við erum með þjónustíbúðir en okkur vantar kannski eitthvað millistig sem væri gaman að pröfa þetta
sem þú varst að tala með það væru heimili sem að fólk bara byggi í og borgaði leiguna sína og allt þetta, að gera bara eitt tilraunaverkefni, sjá hvernig það kæmi út. Það er náttúrulega búið að pröfa eins og Foldabæ og Laugaskjól og eitthvað svona, það er svona eins og það virðist vera of hár rekstrarkostnaður á það, en það væri spennandi að pröfa eitthvað annað fyrirkomulag. Já, ég tek alveg undir með þér, Sigrún, í þessu, sko, greiðslumálin geta virkað letjandi fyrir það að fólk sækir sér þjónustu sem einhverjir aðrir eru þeirra skoðunar að þeir þurfi á að halda. Og ég held að sko eitt af því sem við þurfum að komast í er að við þurfum einhvern veginn að vera með matshópa sem fara í það að gera úttektir hjá fólki og benda því á að sko baðherbyggi, stigi, einhverja fyrirstöður, innréttingarlausnir eða eitthvað slíkt. Ef einhverja færniskerðingar eru þarna, þá er hægt að gera alveg ótrúlega marga hluti til þess að losa og breyta og bæta aðstæðum. Við eigum nokkur tilvik og kannski mörg tilvik þar sem að fólk hefur hreinlega verið valið það að sækja eða fengið mat á hjúkrunarheimili og komst inn vegna þess að það er eitthvað í aðbúnaði þeirra heima við. Vantar lyftu í húsi eða þar fram til göttunum og við notum ekki aðra lausnir sem eru hagkvæmari. Varðandi þetta millistig og þróun á millistiginu, ég held að við þurfum ekkert að þróa það. Við þurfum ekkert að fara í enn eitt þróunarverkefni í því. Þú getur farið bara til dæmis til Ísafjarðar, það sem ég þekki persónulega. Ég byrjaði að vinna þar 1982 í íbúðum aldraðra sem eru ennþá starfræktar, með þjónustukjarna, sjúkrahúsið hinum megin við götuna. Þarna eru í gangi íbúðakjarni sem er ekkert ósvipaður á mörgum öðrum kjörnum í Reykjavík, þar sem að fólk greiðir fyrir sig sjálft og það eru afskaplega, ég á ekki nákvæma tölur það en það er verulegur stuðningur sem að fólk hefur af því að búa í þessum kjarna, standa skil á sínu, geta keypt sér þjónustu og hafa aðgang að sjúkrahúsi og annarri þjónustu í nágrenninu. Ég hef ekki skoðað það nákvæmlega en ég held að ef þetta er ekki millistig sem að dugar fyrir mjög marga þá er ég illa svikinn sko. Og ég held að þetta millistig sem að þú ert að tala sé einhvers konar svona, en ég held líka millistigi sé að við verðum, það er bara ekkert lengur spurning, við verðum að fara að hækka þjónustustigið í heimahjúkruninni og heimaþjónustunni, stuðningsþjónustunni eða hvað við köllum hana. Og þessi gráu svæði á milli ríkis og sveitarfélagi því máli, þau eru komin til enda og að mínum mati er besta leiðin að koma notendunum til borðs, leyfa þeim að komast að borðinu til þess að geta fara að tjá sig það hvaða þjónustu þeir eru sjálfir tilbúin að taka þátt í. Því að þessi samskipti ríkis og sveitarfélaga eru ekki búin að vera að skipa okkur í góðan farveg. Við höfum fyrst og fremst farið í það að reyna að skúbba málunum á milli aðila og kenna hvor öðrum um. Þannig að ég held að við eigum nóg að fordæmi með millistigin, okkur vantar þau ekki, okkur vantar að stórefla og setja einhverja milljarða í staðinn fyrir að byggja hjúkrunarheimili, þá þurfum við að setja einhverja milljarða í það að efla heimahjúkrunina og heimaþjónustuna. Takk fyrir. Sérðu spurningar í spjallinu? Já, er það ekki? Ég get líka lesið bara, það er frá Berglindi Blöndal. Veistu til þess að það sé einhverjar reglur næringu eða næringarþarfir að þeim sé mætt innan hjúkrunarheimila? Nei, sko það eru einhver ákveði, ég held að hún þekkir það nú kannski betur en ég, sko, að það er einhver ákveði í kröfulýsingunni í sambandi við fæðið, en þetta er bara nákvæmlega það sama og verið er að fást við, held ég, í kringum grunnskólana og hvers konar fæði er þetta eða hvers konar hráefni er þetta sem verið er að nota eða hvað er það sem verið er að bjóða upp á. Ég held að við séum allt og slökk í því að vera með nýtísku aðferðir og næringaríka
fæðu sem við erum að bera á borð fyrir eldra fólk. Mér kunnugt að bæði í Danmörku og Bretlandi hafa menn verið að leggja upp með allt aðrar aðferðir og svona massífari vinnu í sambandi við næringarinnihald á fæðu og ferskleika fæðunar sem verður að bjóða í til dæmis heimsendan mat fyrir eldra fólk. Þetta bara, við erum bara í 17 súrkál plastbökkum og sem búnir að veltast í leigubíl í allt of marga daga áður en þeir komast til skila. Já, hún talar hérna að vanti mest upp á orku og prótínþörf sé mætt, verðist vera lítil áhersla á það. Já, ég bara þekki þetta ekki, ég veit að hún þekkir þetta. Já, og svo hérna spurning frá Katrínu í spjallinu. Vitið hvort að sjá döfin að skipa umboðsmann aldraðra á Íslandi? Það hefur lengi verið í umræðinni, lítið verið ákveðið og síðasta umræða sem ég heyrði var að menn settu þetta algjörlega á ís þegar þeir voru að taka saman síðustu ríkisstjórn. Já, síðustu ríkisstjórn sem inniheldur samt Ingu Sæland. Já, ég held að það var ekki sett í forgangsmál að setja umboðsmann aldraðra. Ok, ég veit að það eitthvað sem hún hefur. Það má leiðrétta mig, ég ekki alveg viss en ég taldi mig lesa þetta út úr einhverju umræðu eða blaðaskrifum að það væri ekki Já, ég veit ekki hvar þetta stendur akkurat núna en ég veit að hún svo sem hefur talað mjög fyrir þessu undanförnum árum. Og svo ein hérna með upprétta hönd sem má bjóða orðið, Laufey. Já, komið í sæl. Laufey Jónsdóttir hérna á Akranesi. Hæ, Laufey. Ég því miður náði svo illa að tengjast þannig ég misti að fyrstu 20 mínútunum og ætlaði að byrja að spyrja verður þessi kynning á vefnum hjá Öld? Já, hún kemur inn. Og svo var annað að þegar þú ert að tala Halldór að þurfa stórefla gæði heima hjúkrunar og heima þjónustu. Telurðu að þessi vinna sem við erum að vinna í tilraunasveitarfélaginu með samþætta þjónustu sem hluta því að efla gæðin? Já, ég get alveg séð það fyrir mér að þessi hluti að bæða að efla samþættinguna sem alveg nauðsynleg og ég held að ég þeirra skoðunar að menn þurfi bara að fara að komast að því að það þarf að vera einn og sama aðilinn sem veitir þessi þjónustu og niðurstöðunar frá Reykjavík sem orðnar 12-14 ára gamlar. Ég skil ekki af hverju við erum ennþá að búa til þróunarverkefni það sem búið að vera í þróun í 14 ár. Akkurat, já. Það liggur alveg fyrir að þegar að Reykjavíkurborg tók við þjónustunni þá dró úr ræstingaþjónustunni og það jukust gæðin í persónubundnu þjónustunni fyrir einstaklingarna sem fengu samþætta þjónustu. Já. Ég veit ekki hvað þarf að gera, þetta svipað og maður veltir sér oft fyrir sér í sambandi við nemendur og annað og mann sjálfan. Hvað þarf að gera til þess að fá fólk til þess að lesa skýrslunar og rannsóknar sem búið að gera? Já, akkurat. Okkur vantar ekki fleiri verkefni. Við erum byrjuð á þessu á Vesturlandi, við erum í þróunarverkefninu og ég komin í starf sem tengiráðgjafi þannig að ég með allt Vesturlandið í því og svolítið inn í þessari vinnu með samþættinguna og það bara á góðri leið. Það eru sum sveitarfélög sem eru búin og eru þar að skynja ávinning eins og á Dalvík og í Húnaþingi. Þetta eru svona minni sveitarfélög þannig að það verður bara rosalega spennandi að sjá hvernig þetta kemur út og einmitt þetta með því að auka gæði og með samþættingu og stjórnum sé á einni hendi þannig að þetta er skynsamleg leið ef okkur tekst að komast yfir þessar kerfishindranir. Já, ég held líka að þetta þurfi að vera, menn þurfi að kyngja því að það verða mismunandi útgáfur í gangi. Það verða, ég meina það sjálfsagt eðlilegt þar sem að til dæmis heilsugæsla á staðnum eða einhver svona hjúkrunarstofnun eða eitthvað slíkt. Það getur vel menn komist að þeirri niðurstöðu að það sé skynsamlegt að vera með málin þar, öðrum stöðum inn á einhverja sjúkrastofnanir eða hjúkrunarheimili. En síðan spurningin í sömu sveitarfélögum, litlum sveitarfélögum og dreifbýlum sveitarfélögum, þar ekki svona kjarnar. Nei. Þá þarf sveitarfélagið væntanlega að finna í kringum sína þjónustukjarna sem eru í byggðarlaginu að byggja upp þjónustu.
En það sem áhugavert að mínum enn sem komið að hreyfingin sem í þessum 20 sveitarfélögum eða þessum aðilum, hreyfingin meira í áttina frá sveitarfélögum til heilbrigðisstofnana í staðinn fyrir að sveitarfélögin sé að taka til sín ábyrgð. Já, það kannski út af því líka að það sólarhringsþjónusta eins og á hjúkrunarheimilunum og þá hægt að nýta kvöld- og helgarþjónustu sem víða ekki til staðar. Nei. Og samnýta það þannig. Þannig að ég einmitt sé að hugsunin meira í þá átt að tengja þetta við hjúkrunarheimili eða heilbrigðisstofnun. Já, en það sem ég veit alveg af þessu og þetta allt rétt sem þú ert að segja, sko, en það sem ég svo alltaf svo hissa á það ég flutti til Dalvíkur 1982. Já. Nei, 88 fyrirgefðu. Og þá komst ég að raun það að heimaþjónusta sveitarfélagsins hafði nokkurra ára skeið verið veitt á vettvangi heilsugæslunnar. Það gerðist vegna þess að hluti af starfsmaður heilsugæslunnar sat í bæjarstjórn og þá var heimaþjónustan flutt yfir til heilsugæslunnar og var þar dálítið nokkur tíma. Síðan var hún flutt þaðan út og yfir á Dalbæ og var veitt af þeim stað. Og í þriðja skipti þá fór hún í burtu frá Dalbæ og niður í Ráðhús hjá bæjunum. Þannig að á síðustu 20 árum eða 30 árum þar búið að vera svona flakk hingað og þangað það að samþætta, ekki samþætta, og þetta virðist hafa fallið meira eftir persónum og leikendum heldur en skipulagi. Ok, já. Og ég spyr mig að því hvernig á að festa núverandi þróunarverkefni inn í skipulag eftir 2027. Hver ætlar að breyta lögunum svo að þið hafið heimild til að gera það sem þið að gera? Akkurat. Það þarf að gera það, sko. Já. En þetta allavega vel ílagt með þessi þróunarverkefni. Og góður stuðningur frá ráðuneytinu með þetta. Þannig að vonandi skilar þetta góðum ávinningi. Já, ég alveg, þetta verður allavega ekki til skaða, það alveg bóttið. En það alltaf spurning hvað við eigum að vera í mörgum endurteknum sömu þróunarverkefnunum og hausta alltaf nýja reynslu bara því að við náum ekki að festa hann í sessi inn í stjórnkerfi þjónustunnar. Akkurat. En bara takk Kristín fyrir ábendingarnar í sambandi við stjórnarsáttmálann og Birna. En það talað hagsmunafulltrúa, ég veit af því. En ég veit nú samt ekki hvaða hlutverk hann á að hafa. En það kemur í ljós. En ég vona bara að erum við ekki komin tíma fyrir því eða hvað? Jú, hann alltaf mjög klassískt sko að tekur svona pínu tíma fyrir umræðunar að hrökkva í gang en svo kemur það. Eitthvað sem að þú vilt ávarpa sérstaklega svona í lokin, Halldór, af því sem fram hefur komið eða af því sem búið að skrifa í spjallið? Já, mér langar bara til þess að segja, sko, við erum öll þeirra skoðunar að við viljum gera vel við og veita góða þjónustu fyrir eldra fólk. Ég veit að við viljum prófa og þróa, en við verðum núna að fara að koma því þannig fyrir að þær breytingar sem þarf að gera á þjónustunni verði festar í sessi inn í stjórnskipulagi þjónustunar hvar á svæðinu sem það vegna þessi tilraunastarfsemi, persónubundna þjónustu starfsemi sem í gangi, hún ekki að virka og mikilvægasti þátturinn í því að koma notendunum til borðs, leyfa þeim að komast á borðinu, fjölskyldunum og notandanum sjálfum og ég held að það sé fullt tilefni til þess að gera það í miklu meira mæli heldur en verið hefur, bæði í greiðslufyrirkomulaginu og ekki síst finnst mér það mikilvægt þegar við horfum til þess að blessuðu öldungaráðin sem áttu nú að vera samráðsvettvangur og tilheyrandi og hagsmunafulltrúi eða umboðsmaður að hvað hann heitir í líka. Við verðum að koma þessum breytingum betur inn í kerfið okkar og festa þær. Þetta ekki einu sinni lagaheimild til þess að gera marga af þeim hlutum sem við erum að gera í dag. Þetta allt samningsbundið. Já, ég held að við verðum að láta það vera loka orðin. Takk fyrir mig. Og bara takk kærlega fyrir. Fólk hérna að senda þér svona rafrænt klapp
að Já, taka undir með þér og þumla. En bara takk kærlega fyrir að koma og fara aðeins yfir þetta með okkur Halldór, og fyrir þáttakendur þá minni ég á að upptakan mun koma inn og allir sem að skráðu sig inn með netfangi munu fá sendan hlekk, og bara skráðu ykkur í félagið og fylgist með áframhaldandi fræðslu. Takk og bless.